Og það komið. Já, góðan daginn, velkomin á þennan bæjarstjórnarfund sem númer 503. Í dag 1. desember og klukkan 4:05. Mætt eru Gylfi Ólafsson, Jóhann Birgir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Arna Lára Jónsdóttir bæjarfulltrúar og starfsmaður fundarins Bryndís Ósk Jónsdóttir. Dagskráin í 20 liðum og fyrsta mál á dagskrá eru gjaldskrár 2023. Hér lögð fram tillaga frá fundi Íþrótta- og tómstundanefndar númer 236. Fundurinn fór fram 16. nóvember 2022 og samanber þá breytingatillögu frá 1220. fundi bæjarráðs sem var haldinn 21. nóvember síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki breytta gjaldskrár sundlauga og skíðasvæða Ísafjarðarbæjar fyrir árin 2023. Þannig að börn upp að 18 ára aldri greiði ekki fyrir aðgangi sund og að árskort barna frá 6 til 18 ára á skíðasvæðum Ísafjarðarbæjar verði með 50% afslætti af verði fullorðinskorta. Þetta tillagan eins og hún liggur fyrir. Orðið laust. Arna Lára, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Breytingin sem við erum að gera við erum að fá hér skólahópa, ekki hérna á svæðinu, sem okkur finnst engin ástæða til að vera að gefa einhverja 50% afslætti. Þess vegna erum við að gera þetta eingöngu á vetrarkortunum. Þannig að heimamenn njóti afsláttarins en við séum ekki endilega að gefa skólahópum úr Borgarnesi og fleiri sem eru að koma einhver skíði, þannig að þeir eru ekki að njóta afsláttarins. Svo ég skýri þetta betur. Eru fleiri sem vil? Já, Elísabet, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarstjóra aðri tilheyrendur, eða bæjarfulltrúar og aðri tilheyrendur. Ég fagna bara það verið tekið til þessar athugasemda sem bárust á bæjarstjórnarfundi síðast þegar þetta var tekið fyrir og já, að við skulum veita þá öllum börnum upp í 18 ára sömu kjör í rauninni og ekki taka 16 til 18 ára út fyrir svig og mér skilst að flesta gjaldskrá niður 16 ára en við erum þá kannski bara leiðandi því að 18 ára að tegja okkur upp í 18 ára í þessum lýðheilsu kannski málum. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Já, Nanný Arna. Forseti bæjarfulltrúar. Ég ætla aðeins að sveigja mér út af gjaldskránni, því að gjaldskráin sett fram til þess að sem gjald fyrir veitta þjónustu sem að sveitarfélagið að veita og hún á að vera jöfn og sönn og rétt, alveg sama að hvað kyni fólk eða hvar það býr. Þannig að mér langaði að ræða það að því yrði komið til forstöðumanna sundlauga og íþróttamiðstöðva að gæta þess að aðstæður í kvenna og karlaklefum séu þess eðlis að bæði karlmenn og kvenmenn geti tekið börnin sín í sturtu og í sund. Þannig að við séum með skiptuborð og aðstöðu til þess að börn fari sér ekki að voða í sturtuklefunum. Og svo langar mér líka að benda þeim tilmælum til út í kosmosið að í sundlauginu á Ísafirði hefur í rúmlega 20 ár verið skiptingi karla og kvennaklefa með gufubað og þar hafa karlmenn notið 4 daga gufutíma en kvenmenn einungis 3. Þannig að hvort það væri bara ekki sniðugt að fara að snúa við þessum kúrs og byrja árið 2023 á að leyfa konum að hafa 4 daga og karlum 3 daga. Takk fyrir. Takk Arna. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið?
Svo ekki. Ég lít svo á að þessi ábending, þennan Nannýjarörnu sé ábending, þetta ekki framlögð tillaga eða bókun, en þá ætla ég að bera tillöguna gjaldskrár 2023 til atkvæða og biðja ykkur að gefa mér vefmerki að þið samþykkið tillöguna. Og þetta samþykkt samhljóða 9-0. Þá það annar liður á dagskrá, það fjárhagsáætlun 2023. Bæjarstjóri leggur hér fram fjárhagsáætlun til síðari umræðu. Þetta tillaga að fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar, stofnana og fyrirtækja fyrir árið 2023 ásamt 3 ára áætlun fyrir árin 2024 til 2026. Orðið laust. Arna Lára. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við leggjum fram fjárhagsáætlun til síðari umræðu og eins og þið sjáu þá hefur gríðarlega margt breyst á milli umræðna og kannski í upphafi vil ég bara enn og eftir þakka ykkur fyrir bara góða samvinnu við gerð þessara fjárhagsáætlana og ekki síst taka starfsmönnum fyrir gríðarlega mikla vinnu og þetta 17. fjárhagsáætlanavinnan sem ég tek þátt í og áhugavert fyrir mig að taka þátt í henni í öðru hlutverki og það dálítið áhugavert. Ég hef bæði verið í minnihluta og meirihluta og núna sem bæjarstjóri og alltaf sér maður nýjar hliðar á þessu og ég vil bara fá að hrósa starfsfólkinu sérstaklega fyrir hvernig fjárhagsáætlunin unnin og ég hafði ekki hvarflað að mér hversu smurt og hjól þetta teymi sem vinnur fjárhagsáætlunina. Og bara svona ykkur að segja ykkur bæjarfulltrúum að þetta forstöðumenn hér sem gera hver og einn sínar áætlanir með dyggum stuðningi frá fjármálasviðinu og hér eru opnar vinnustofur þar sem hver og einn forstöðumenn getur komið og gert sínar áætlanir í samstarfi við fjármálastjóra og bæjarritara og fleiri og þetta alveg ótrúlega flott vinna sem hér unnin og óeigingjart. Þetta unnin hér fram á kvöld og fjármálastjóri hefur sagt mér frá því að það oft haft sambandi við hana því að það önnur sveitarfélög sem vilja gjarnan læra á okkur hvernig við gerum þetta. Þannig að það sérstakt hrós til starfsmanna. Og það hefur líka verið gott að vinna með ykkur ágætu bæjarfulltrúar. Við átt 2 vinnufundi og þetta hefur gengið bara mjög vel og við hefum reynt að taka tilliti þeirra ábendingu sem hér hafa komið til að mynda þeirra sem Elsabeth komi hér fram á varðandi gjaldskrárnar og það alltaf þannig að það gott að fá fleiri til þess að rýna reksturinn og við höfum reynt að taka tilliti þeirra ábendingu sem fram hafa komið og árangurinn augljós. Við erum að skera niður kostnaði 150 milljónir milli umræðna og það alveg gríðarlegur árangur sem við megum vera ótrúlega stolt og ánægð með. Og það sem gerist það að við erum að skila bara jákvæðri fjárhagsáætlun. Við erum alhlutann í 33 milljónum í pluss sem 33,8 svo ég dragi nú ekkert undan sem bara gríðarlegur árangur og 206 milljónir í samstæðinni og þetta bara árangur sem við getum verið ótrúlega ánægð með en á sama skapi þá erum við samt í opaslega viðkvæmstöðu, það má ekkert mikið breytast ef við erum að gera ráð fyrir 6% verðbólgu og þarf ekkert mikið að gerast þá erum við aftur komin í örlítinn krappandans en eins og ég sagði við ykkur áður að við erum líka að áætla tekjur varlega þannig að ég að vona að við eigum svolítið borð fyrir báru og svo komum þær fréttir í vikunni að við fáum einhverja leiðréttingu á málefni fatlaðra þannig að við eigum vonandi einhver spil upp í hendinni ef verðbólgan fer eitthvað flugmeiri en við gerum ráð fyrir. Svona í heildina þá búið að vera að taka til í ýmsum liðum, laga launaáætlun, taka til í kostnaði, þannig að þetta sem sagt niðurstaðan. Og kannski náttúrulega stóra máli eins og við ræddum í fyrri umræðu, það náttúrulega sem markmið og ég held að þau eru leiðarljós okkar í gegnum þetta. Að því að við verðum náttúrulega að ná sterkum tökum á rekstrinum og ég tel okkur vera að gera það og sama tíma megum við náttúrulega ekki skera of mikið niður því við verðum að halda samt hætti. Það eru náttúrulega gríðarlega stóru verkefni framundan í umhverfinu okkar og það sem
hefur svona, sem ég upplifði svona fyrstu mánuðinum mínum hérna í starfi, það að skipulagið okkar að hefta framþróun. Leið og við erum að fá einhver verkefni innan borðið, þá alltaf skipulagið okkar sem að hefta okkur, af því að það endurspeglar ekki þær þarfir sem við erum í og þurfum að gera. Þannig að leið og eitthvað fyrirtæki hugsast þetta hreyfings og gera eitthvað, þá þarf að fara að breyta skipulagið sem tekur alltaf 69 mánuði. Og hérna ég að vonast til þess að við erum að ganga í gegnum kannski þessa erfið tíma, við erum ekkert að fjárfesta neitt svakalega mikið, að við notum þennan tíma til þess að vinna í skipulaginu, þannig að við mætum kannski svolítið tvíeld eftir þessi 1-2 ár sem við getum ekki gert þess mikið og við viljum. Þannig að við notum hann svolítið vel, af því það alveg augljóst að það þörf hérna fyrir húsnæði og við sjáum bara hérna, það mikill vöxtur í fyrirtækjunum og við þurfum einhvern veginn að spila með og búa okkur undir það. En þessu sögðu þá var útlitið miklu dekkra hér fyrir mánuði þegar við lögðum hann hér fram í fyrrumræðu. Við erum hér með óbreytt áleikana hluti fasteignaskatts til þess að koma til móts við bara þær umræður sem hafa verið hér í samfélaginu að þetta sé of mikið og það vissum við náttúrulega þegar við lögðum þetta fram. Við vissum að þetta högg fyrir íbúa og fasteignaeigendur. En á sama skapi þá þessi ábyrgð okkar að reyna að skila reksturinn réttum með núli, þannig að þetta svona ákveðin línutan sem við verðum að feta, að vera ekki að skattpína íbúana of mikið og að eiga fyrir gjöldunum okkar. Og ég held að okkur bara tekist ágætlega þessu sinni og ég allavega legg þess áætlun fram bara með stolti og mikil ánægju hvað þetta gengið vel. Takk Árna. Gylfi hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar. Hér leggjum við fram þessa fyrstu fjárhagsáætlun í lista á nýju kjörtímabili og sýnum hér mikinn viðsnúning í rekstri bæjarins með ábyrgir í fjármálastjórn og langtímasýn. Höldum álagningarhlutfalli fasteignaskatts óbreyttu frá síðustu 2 árum. Setjum að framkvæmda áætlun nýjan gervigrasvöll sem muni stór bæta aðstöðu knattspyrnuiðkenda til æfinga og keppni og leggjum sérstaka áherslu á skipulags- og umhverfismál. Og mér langar að segja þessa 4 liði nokkur orð. Þannig að helstu niðurstöður áætlunarinnar eins og Arna hefur komið inn á að við gerum ráð fyrir jákvæðum rekstrarafgangi upp á 34 milljónir tæpar, að samstæðan sem rekstrarafgangi upp á 206 milljónir, tekjur A og B hluta séu tæpir 7 milljarðar og að framkvæmdir og fjárfestingar í A og B hluta séu 650 milljónir rúmar. Síðustu 3 ár hefur rekstur sveitarfélagsins náttúrulega verið erfiður og rekstrarjöfnuður áranna 20 til 22 uppsafnað tap upp á 1,2 milljarða króna og það náttúrulega gríðarlega mikilvægt að vanda vel til verka við gerð fjárhagsáætlunar og setja sér fjárhagsleg markmið sem þurfa að vera raunhæf skýr og þess að eðlis að bæði starfsmenn og ekki síst bæjarfulltrúar geta unnið eftir þeim þó að sjálfsögðu sé að þannig að í sveitarfélagi sem stórt geta og munu koma upp ýmis mál sem að þurfa að takast á við og bregðast við með hraði. Við ræðum hér undir lið 3 á eftir þessa árangursmælikvarða í rekstri en ég ætlum aðeins að fá að stikla á stóru í þeim undir þessum lið vegna þess að þeir árangursmælikvarðar hafa mjög mikil áhrif á það hvaða ákvarðanir hafa verið teknar í undirbúningi að þessari fjárhagsáætlun. Við gerum ráð fyrir að setjum okkur það markmið að veltufé frá rekstri ef 8,5% að 3 ára rekstrarjöfnuður A-hluta sé jákvæður, að fjárfestingar A-hluta verði 280 milljónir og svo aukist á seinni árum kjörtímabilsins, að skuldahlutfall lækki og ná í jafnvægi undir 100% og að staða handbærs fjár verði að jafna ekki lægri en 100 milljónir. Þetta eru mjög metnaðarfull markmið og sumum verður ekki náð fyrir en líður á kjörtímabili en þó það þannig að fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir að helstu skammtímamarkmið muni nást og gott betur strax á næsta ári, þannig gerum við ráð fyrir að veltufé frá rekstri verði 9,3% sem 1,8% hærra heldur en markmiði sem sett var og að skuldahlutfallið komist undir þau markmið sem við setjum okkur. Eins og Arna tæpti á og þá var á tímabili stefnt í það að við þyrftum að
hækka álagningarhlutfall fasteignagjalda í það sem að það var áður en að heimsfaraldurinn skall á, með markvissu starfi og útsjónarsemi hefur verið hægt að koma í veg fyrir það á sama tíma og við teljum að framlögð fjárhagsáætlun sé varfærin. Og íbúar hafa látið vel í sér heyra í tengslu við þær tillögur sem að voru hér lagðar fram á fyrri stigum málsins og bæjarfulltrúar minnihlutans og þessar raddir voru náttúrulega mjög ríkar hjá bæjarfulltrúar meirihlutans og við vissum að þetta væri ekki góð eða vinsæl ákvörðun og við gerðum það svona bara í hérna svona til neitt meira og minna, en með því að hafa náð að tálka reksturinn niður með þessum hætti að þá höfum við skrúað tilbaka þessar fyrirætlanir og gerum ráð fyrir að álagningarhlutfalli verði jafnt og það var síðustu 2 ár. Þetta breytir ekki því að tekjur sveitarfélagsins hækka af fasteignagjöldum vegna þess að fasteignamati hefur hækkað á milli ára sem að endurspeglar aukna trú landsmanna á fasteignakaupum í héraðinu. En við bendum á að einnig að í þeim byggðakjörnum sveitarfélagsins þar sem að fasteignamati enn mjög lágt eru fasteignaskattar með því lægsta sem að gerist á landinu. Ég nefndi áðan gervigrasvöllinn af nýjum verkefnum á framkvæmdaáætlun ber gervigrasvöllur gervigrasvöll hæst. Við ráðgerum að setja 95 milljónir króna á næsta ári og annað eins árið 2024 að hafist verið handa við framkvæmdir strax eftir að knattspyrnutímabilinu lýkur á næsta ári og stefnt að framkvæmdunum ljúki áður en að keppnistímabili hefst 2024 og núna tekum við þá það verkefni að hanna og skipuleggja verkið nánar og við höfum fulla trú á því að með góðri samvinnu við íþróttahreyfinguna og einkaaðila geti framkvæmdafé hrokkið til að laga einnig þann gervigrasvöll sem fyrir og ónýtur. En þá þarf samstillt átak og útsjónarsemi og aðkomu margra fleiri heldur en bara sveitarfélagsins. Af öðrum framkvæmdum má nefna áframhaldandi vinnu við Sundabakka og byggingu hafnarmannvirkja af ýmsu tagi. Við setjum verulega fjármuni í gatnagerð og malbyggu meðal annars í nýju og hratt vaxandi iðnaðarsvæði á Suðurtanga. Setjum talsverðan pening í vatnslagnir í Súgandafirði, umbætur á leikvöllum, fráveituframkvæmdir í flestum byggðakjörnum sveitarfélagsins og áframhaldandi stórviðgerðir á Safnahúsinu. Afborganir lána eru því miður ansið þungar núna næstu 2 ár, 23 og 4 og rými til fjárfestinga minna en ella væri en svo hækkar þetta rými 25 og árin þar á eftir og þá verður hægt að vinna hraðar niður þann stóra stabba sem af af mikilvægum og nauðsynlegum framkvæmdum sem að liggja fyrir. Eins og Arna nefndi hér áðan að þá tölum við í aðdraganda kosninganna og í stefnuyfirlýsingu meirihlutans það að það væri skýrvilji okkar að gera gangskur í skipulagsmálum og þessa sjást skýrt merki í áætluninni. Eitt stöðugildi flutt af velferðarsviði yfir á tæknideild, fjármunir eru settir í að klára aðalskipulag, aðrir peningar settir í að klára deiliskipulag, við erum búin að opna 2 og svo hafinn undirbúningur að vinna við jafnvel 3 deiliskipulag. Svo hafinn undirbúningur við svæðiskipulag fyrir Vestfirði og þó þess mun ekki endilega sjást merki í fjárhagsáætlun fyrir 2024 vinna hafinn við þetta. Skipulagsmál náttúrulega þeirra náttúru að þau eru svifasein enda margir sem að þurfa að koma að ákvörðunum og fjölbreyttir hagsmunir sem að þarf að sætta en þegar skipulag liggur fyrir eru þar ákvarðanir sem að gilda lengi og öll ákvarðantaka verður fljótleg. Við teljum ég fullviss að framtíð Ísafjarðarbæjar sé björt. Við höfum og hér eru alla forsendur til þess að hér geti vaxið og dafna enn betra samfélag en nú Við höfum bæjarfulltrúar öll talað einum rómi mikilvægi þess að fiskeldi sveitarfélög fái greitt úr fiskeldi sjóði inn í A-hlutarekstur og við höfum haft frumkvæði því að stofna vinnuhóp 6 sveitarfélaga sem að störfum og áætlar að skila niðurstöðum fljótlega þar sem að við tekum svo vinna að reyna að samfara yfirvöld í Reykjavík og á Austfjörðum að það sé góð hugmynd að fylgja þeirri niðurstöðu sem ég vona að liggi fyrir fljótlega. Þá viljum við undirstrika að í-listinn tekur undir niðurstöðu tekjustofnanefndar að ýmis verkefni sveitarfélaga séu vanfjármögnuð af hálfu ríkisins
og einkum viljum við tiltaka þar málefni fatlaðs fólks og barna með fjölþættan vanda. Það eru 2 mjög kostnaðsamir málaflokkar sem hafa orðið dýrari heldur en að efni stóðu til eða áætlunin gerðu ráð fyrir. Þar er einstaklega mikilvægt að veita góða þjónustu og við teljum að þar þurfi ríki að koma með mjög skýrum hætti inn í fjárhæðin. Að lokum vil ég ítreka það sem Arna sagði áðan að samstarfið við bæði embættismenn og í bæjarstjórn hafi gengið afar vel. Við höfum átt 2 vinnufundi og rætt málið á bæði bæjarstjórnarfundum og bæjarráði og ýmsum ráðum að nefndum og utan dagskrár og fyrir það ber að þakka. Þetta samtal hefur allt verið á uppbyggilegum og jákvæðum nótum. Takk fyrir þetta, Gylfi. Orðið er laust. Jóhann Birgir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla að þakka B-lista, starfsmönnum Ísafjarðarbæjar fyrir þessa vinnu sem er búin að vera núna yfir okkur undanfarnar vikur og þó að það sé nú ekki vera hallan einn held ég að fjármálastjóri eiginu mestu þakkir skildar og þakka ég kærlega fyrir þessa vinnu. Ég get alveg tekið undir orð Gylfa að það eru bjartir tímar framundan, mjög mörg spennandi verkefni sem eru framundan og skipulagsmálin eru náttúrulega eitt af því. En ég vil leggja hérna fram breytingartillögu og hún hljóðar þannig: hækkun á fasteignaskatti á íbúðarhúsnæði er 22,23% eða 53,8 milljónir hækkunum milli ára sem leggst beint á íbúð sveitarfélagsins. 14.000 krónur á hvern íbúð sveitarfélagsins. Lóðarlega hækkar einnig á milli ára og því er hækkun enn meiri eða sem nemur 17.000 á hvern íbúð sveitarfélagsins. Eðlilegt væri að hækkun fasteignaskatts hækkaði sama hlutfalli og verðbólga og eins og aðrar gjaldskrár sveitarfélagsins. Sjálfstæðisflokkurinn, bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, leggja til að fasteignaskattsprósenta verði 0,52% í stað 0,56% eins og áætlun gerir ráð fyrir. Takk fyrir þetta, Jóhann Birgir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Kristján, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, starfsmenn og aðrir sem á okkur hlusta. Við erum hér að taka fyrir síðar umræðu fjárhagsáætlun fyrir 2023. Ég vil byrja eins og aðrir á að þakka starfsmönnum kærlega fyrir þeirra vinnu og einnig þá fundi og það samstarf sem að bæjarfulltrúar hafa átt hér í aðdraganda af þessari vinnu. Hún hefur bara verið ágætt. Það er jákvætt, margt jákvætt í þessu og margt sem er á bjartsýnum nótum og við erum bjartsýn að tekjur eru að hækka heilar 580 milljónir á milli ára og á B-hluta rúman milljarð á síðustu 2 árum. Þannig að það er ljóst að COVID-áhrifin eru að hverfa frá okkur sem betur fer og við erum að sigla áfram inn í tekjuhækkanir. Auðvitað hefðum við viljað fá tekjurnar frá fleiri stöðum heldur en íbúðum. Við erum ennþá þrátt fyrir og ég fagna því að fasteignaskattsálagðan séu þær sömu hafa verið. Það er náttúrulega fasteignamatið að hækka og ég veit að við höfum ekkert það að segja en það telur og tikkar í veski íbúa og það er niður að við skulum þurfa að fara þangað en einu sinni því að fasteignamatið hefur hækkað gríðarlega undanfarnum árum og við höfum verið að veita allra leiða til þess að
koma okkur þannig undan því að við töfum ekki fé annars staðar frá með því að hækka ekki sambærilegt fasteignamati og það hefur ekki gengið, það hefur gengið á sumum stöðum en það gengur ekki alltaf nógu vel og við þurfum að fara að finna leiðir og vonandi gerist það með auknum tekjum í samræðum við ríkið varðandi ýmis málefni tengt yfirfærslu verkefna frá ríkinu og eins öðrum tekjum sem snúa mögulega fiskeldi og öðru slíku sem gæti verið í pípunum en við erum ekki með það á hreinu. En það alveg ljóst að við getum ekki látið fasteignaskatt og hækkun fasteignaskatt og fasteignamat vera okkar helstu tekjuaukning ár eftir ár eftir ár og einnig verðum við þá að reyna að halda við rekstrarkostnað eins og við getum og meðan tekjur hagnast og við getum þá komist hraðar út úr þessu og fara að fjárfesta eins og við viljum gera. Skuldir halda áfram að hækka og er að hækka um 250 milljónum milli ára og launaáætlun hækkar um 3%. Ef ég er að reikna þetta rétt en miðað við lausa samninga sveitarfélagsins og vísitölu hækkar undanfarin ár þá er eiginlega mættilega að segja raun að lækka miðað við þetta ef 3% af vísitalan verður örugglega töluvert meira og samningar gerum við fyrir meira hækka þannig að ég myndi að það verður alveg töff það verður alveg erfitt held ég að halda launaáætlun og ég held að það augu bæjarstjóra og sviðsstjóra þurfa að vera gríðarlega á launaáætlun því að ég held að það sé ég tel ekki verið að gera ráð fyrir mjög mikilli launaáætlun hækkun launaáætluna í bókun í þessari áætlun. Einnig er það þannig að handbært fé er ekkert svakalega mikið og það verður örugglega tjálfising fyrir voðalega er ég alltaf að hverju er maður svona á fullveldisdæ, ég skammast mín bara, ég finnst afsökunar á þessu. Það verður erfitt og örugglega reynir á fjármálastjóra með handbært fé einhvern tímann á árinu en við vonum að það blessist allt saman. Ég vil ennþá aftur taka undir það saman við tókum undir fyrstu umræðu held ég bæði hjá Gylfa, Örnu og Vigga að það er skynsamleg leið að fara núna út og ég held við þurfum að fara á krafti í það og við þurfum að gera meira heldur en tala um það hérna að fara í þessi skipulagsmál alveg á fullu. Við þurfum að taka og það tekur tíma að fá þessi skipulagsmál í gegn og það má eiginlega ekki og við fundum það á síðasta kjörtímabili að ef það er ekki haldið fast við þá aðeins sem er að vinna þessum málum fyrir okkur þá gerist þetta ekki nóg hratt sko. Þannig að við þurfum að vera öll saman á þessari vegferð okkur til heilla. Ég hef ekki meira að sinni. Takk fyrir, en kem kannski aftur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Nanni Árna. Forseti bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja að þakka bæjarstjórn og starfsmenn bæjarins fyrir góða samvinnu við gerð fjárhagsáætlunina. Mér finnst samstarfið hafa gengið alveg einstaklega vel og allir lagt sér fram, sérstaklega þó starfsfólk Ísafjarðarbæjar sem hefur unnið nánast myrkvarna milli við að koma þessu saman og gera þetta þannig að sóma er að. Ég tek undir með Kristjáni þar sem hann segir að þetta verður erfitt næsta ár. Og það er alveg nauðsynlegt að við fylgjum fjárhagsáætluninni, að við séum að fylgjast með launaþróun og við séum alltaf með nýjustu upplýsingar hvernig launaþróunin er innan að sviða og bara hjá bænum almennt og að við höfum þá tækifæri til að grípa til aðgerða ef við sjáum að við erum að missa tökin á sig. Því að við höfum því miður haft við höfum sögu að fjárhagsáætlanir sem lagðar eru fram, þær lofa góðu en endirinn er yfirleitt ekki eins góður eins og ætlað var í upphafi og þess vegna leggjum við líka áherslu á það við bæjarstjóra að halda vel á spöðunum varðandi fjárhagsáætlunina og tek þá orð hans Jóhanns Birkis að tillögunum að lækka álögur fasteignagjalda. Ég held að það sé ekki skynsamlegt eins og staðan er núna af því að við erum tæp. Það þarf bara rétt að hreyfast vaxtaprósentan, það getur komið upp mál sem við þurfum að grípa í, þannig að ég tel það ekki tímabært núna að lækka vaxtaprósentuna, lækka álagsprósentuna á fasteignagjöld. Ég er fegin að við þurftum ekki að hækka, mér finnst það gott skref og ég vona að við náum að halda árinu 2023 það halda það vel á spöðunum að fjárhagsáætlunin standi, þannig að þá gætum við hugsað okkur að lækka ef að staðan er betri. Takk.
Takk, Nanný. Arna Lára, þú biðum orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég svona kannski pínlítið ábending til bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Vilji þeir að svona tillögur verði samþykktar, þá er ekki skynsamlegt að gera það í síðari umræðu. Af því að hér erum við með niðurstöðuna og við getum eiginlega ekkert haggað henni. Þessi tillaga sem hér ræðir, þetta er allavega 30 milljónir lækkun á tekjum og það er engin tillaga til hagræðingar á móti og það er ekki skynsamlegt. Þannig að þegar er verið að leggja fram tillögu tekjulækkun, þá gæti verið skynsamlegt að vera með hugmyndir hvað á að finna 30 milljónirnar. Að þetta er svona cirka 21 milljón og svo leggjast þá líka enn frekari lækkun og tekið frá jöfnunarsjóði. Þannig að við erum tæp fyrir, eins og Nanný nefndi réttilega, þannig að ég bara mæli eindregið að þessi breytingar til að verið felld, þannig að við getum hér gengið rólega inn í jóluna nýjárið. Mér finnst við vera nógu tæp fyrir og staðan okkur er svo viðkvæm og þannig að það þarf lítið að breytast í umhverfum okkar, þannig að fjárhagsáætlun okkar stendur ekki og við vorum brött að skera niður kostnað, þannig að ég legg ekki til að við förum í frekari tekjuskerðingar í bæjarsjóði, þannig að ég legg til við bæjarfulltrúar þetta verið fellt og áætlun og sjálfsögðu samþykkt. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Jóhann Birgir, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að fara aðeins í greinargerðina. Þar kemur fram á blaðsíðu 48, eftir blaðsíðu 48, það segir að fjárfestingar séu 1100 milljónir og þar kemur þetta svo sem alveg skýrt fram á B-hluti en í fjárfestingar plagginu sem að fylgir einnig þá framkvæmda áætluninni þá er samtals á B-hluti 977 milljónir tæpa. Þannig að einhvers staðar er þessi skekkja sem er nú kannski svolítið mikið, þannig að ég held að þurfum eitthvað að skoða þetta, að það væri gott að fá svar við þessu. Laun og launatengd gjöld hækka nánast sléttar 100 milljónir milli ára, sem er þá 3,3%. Og þá veltir maður fyrir sér hvort að menn telji það nægjanlegt við þær launahækkanir sem eru fyrirhugaðar og kjarasamninga. Ég förum aðeins aftur í breytingartillöguna sem ég lagði fram. Það er alveg rétt, þetta eru 21 milljón að lækka álagningarprósentunum 0,56 í 0,52. Þetta er okkar mati bara sanngirnismál. Ég er búinn að tala þetta allan tíman að það sé ekki hægt að skattpína bæjarbúa svona og leggja 22% auka álögur á fasteignaskatti. Þannig að það var að búa að vera lækkan úr 0,65 í 0,56 og kemur þetta stökk aftur í fasteignamati og þá hefði verið eðlilegt að halda sig þá kannski við 10% hækkun. Þegar að er búið að taka tillit til jöfnunarsjóðsins, þá verður þetta 30 milljónir. Ef við skoðum hvað
hvað er þetta í raun og veru mikill peningur? Þetta er það bil 0,5% af tekjum Ísafjarðarbæjar. En 0,5% segja. 0,5%. Þannig að og þetta er í sjálfu sér ekki mikil upphæð fyrir samstæðinu í heild, en þetta hefur gríðarleg áhrif fyrir íbúana. Íbúana sem við viljum að byggja hérna á búi. Við erum að tala um að skipuleggja, við erum að tala um að byggja nýtt húsnæði. En við getum ekki boðið íbúum upp á það að borga 1 milljón í fasteignagjöld og sorpirigjöld, vaskgjöld og holræsagjöld er allt tekið saman. Þetta er of mikið. Við erum með Íslandsmet í krónutölu. Þannig að þetta er, og sveitafélög sem við berum okkur saman við, þau er að lækka þessa prósentu til þess að koma til móts við íbúana. Þannig að ég held, og ef við tökum þess að 30 milljónir, þetta eru 2 stöðugildi og ég held að við hérna sem að erum búin að leggja þessa vinnu og starfsmannaværi, við getum alveg nýtt okkur starfsmannaveltu hjá bænum og kafa mjög djúpt í sem sagt og sem sagt verið með mjög ígrundað alla mannarangum og eins og borgarstjórinn sagði ráða einungis í nauðsynleg störf. En ég held að okkur takist alveg að hagræða fyrir þessu 30 milljónir. Og mér finnst þetta að vera bara sanngirnismál og við skilum alhlutanum í plús þátt fyrir allt og þátt fyrir það að þetta verið tekið. Þannig að, og ég bendi bara á hérna að í greinargerðinni kemur fram að í skipulags- og byggingamálum þá að fjölga um 1 stöðugildi, þá hefur þeim stöðugildum fjölgað úr 3 í 6 frá árinu 2019. 3 í 6. Er þörf á þessu. Þannig að ég held að við verum bara aðeins að staldra við og skoða. Auðvitað er alltaf gott að ráða starfsfólk, létta álagi, en það er ekki alltaf nauðsynlegt. Það er hægt að bara skoða hvort að aðrir möguleikar séu í boði. Þannig að ég bara hvet ykkur til þess að huga vel að þessu að þessi lækkun sem ég nefni hérna og í 0,52% fasteignaskattsprósent, þannig að þið samþykkið hana. Takk Jóhann Birkir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Gylfi. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég tek undir með Örnu að ég tel að það sé óvarlegt að fara í þessa lækkun sem að Sjálfstæðisflokkurinn leggur hér til. Hún er í málflutningi bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að þá byrjar að tala um að það séu margir liðir sem að geti mögulega verið vanáætlaðir og að það séu mörg sker á siglingarleiðinni sem að framöndan er. Leggur svo til þessa lækkun á fasteignaskattsprósentunni og kemur ekki með skýrar tillögur um niðurskurð, heldur bara að það þurfi einhvern veginn að það er óútfært og það þurfi bara að finna út úr því. Það kann að vera að það sé hægt að minnka eitt stöðugildi á tæknideild en þá næðust ekki fram þau markmið sem að hér er stefnt að, sem er að fara í stór átak í skipulagsmálum og að auki þá tel ég mjög mikilvægt að við setjum okkur skýr fjárhagsleg markmið, að við reynum að fylgja þeim markmiðum, meðal annars í því að frumjöfnuður sé jákvæður af samstæðinu
og sveitarfélaginu, nú gerum við ráð fyrir 33 milljón króna afgangi. Lækkun af þessu tagi setur það algjörlega í uppnám og ég mun fella tillögu Sjálfstæðisflokksins. Takk Gylfi. Það eru fleiri sem vilja taka til máls hjá Arna Lára. Svo vel. Forseti ágæti bæjarfulltrúar, það er bara það sem hann Jóhann Birkir bæjarfulltrúar nefndi hérna fyrst í upphafi var þetta misræmi og það er hárrétt hjá honum. Þetta eru gatnagerðar tekjur sem víxlast á milli dálka. Þær eru undir A-hluti í greinargerð sem endurgreiðslur en í framkvæmdaáætlun er þetta sem áætlaður kostnaður, þannig að það glemdist að laga þetta í greinargerðinni, en þetta er rétt í skjölunum okkar. En ég ætla ekki að segja meira þessa tillögu Sjálfstæðisflokksins, ég bara nema það að það gleður mig að bæjarfulltrúinn skuli líta á borgarstjórann sem sinn leiðtoga í tillögum og svo var þetta þannig að við samþykktum sambærilega tillögu við fyrri umræðu að taka ráðningarmálin svona fastari tökum og við ræddum það einmitt á forstöðumannafundi í dag að við báðum alla forstöðumenn að þegar það losna starf að hugsa hvort að þörfar á starfinu, hvort það verður að gera breytingar, væri þetta lækkun hlutfall, þannig að við erum nú þegar búin að rauninni innleiða þessa tillögu, en hún fékk samþykkt þarna fyrir mánuði síðan. Takk Arna. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Kristján, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, aðrir sem hlýða. Þetta er bara skemmtilegt. Alltaf gaman þegar fólk er að hrista upp í hlutunum. Og þetta var það þannig. Ég ætla nú að koma upp hérna aftur. Það er svo gaman að koma hérna upp og fara með ræðu bæjarstjóra fyrir á tíðum. Segja að 33 milljónir sé nú ekki neitt í hagnaði á svona stóri samtöflu og ég held að hann verið 50 sem var ekki neitt hérna fyrir 1-2 ára síðan og dugði ekki til, en ég held við gerum okkur nú öll grein fyrir því að 30 milljónir getur farið í erfiðum snjóavetri, getur farið í næstu myglu, hann getur farið í verðbólgu, þannig að þetta er alveg töff. Ég er ekki að taka þátt í 17. áætluninni minni, sem betur fer eiginlega, segi ég, en ég er hérna í 5. og veit ekki hvort ég fari í 17. Ég verður að lega mér að efast um það, en ég hef alltaf sett mér ákveðin markmið og heilindi og annað slíkt og mér finnst 33 milljónir tæft og ég myndi svo sannarlega vilja og ég myndi styðja allar þær tillögur sem koma hér fram sem lúta því að við getum lækkað fasteignaskatta og gjöld á íbúa en ekki með því að fara með reksturinn niður í 0. Ég get ekki gert það. Því miður. Ég bara hef setið hérna of lengi, ég er búin að vera of lengi í þessu. Ég efast stórlega með 33 milljónir dugi til þess að koma okkur á rétta rólu næsta ári. Og ég mun samþykkja allar þær tillögur ef það koma góða tillögur á móti sem að hífa okkur eitthvað fyrir 30 milljónir. Takk. Takk fyrir þetta Kristján. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Já, Jóhann Birkir, gjörðu svo vel. Já, þá ætla ég bara að færa fyrir þessu kannski áliti forseti. Bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Jæja, ég ætla að færa fyrir þessu kannski áliti meiri rök en ég hef nefnt og ætla svo sem ég geta tíunda þetta alveg niður í hörgul en þið eru náttúrulega með öll þessi gögn og geti alveg séð svona hvar hægt er að skoða hlutina, en eins og ég nefndi að þá er stöðugildum að fjölga á skipulags- og byggingarsviði
frá árum 2019 úr 3,6, ég nefndi það hérna áðan. Stöðugildi hafnarinnar fara úr 19 í 23 stöðugildi. Ég veit alveg með upplýsingamiðstöðuna að vera að tala með þessi 2 stöðugildi, kemur fram greinargerðinni ásamt hlutastarfi sem á að fara í kirkjuna. En þegar stöðugildi hafnarinnar eru komin í 23 þá nú allt í lagi að fara að staldra við og þarna set ég spurningamerki. Þannig að það alveg hægt að skoða þetta vel og vandlega án þess að fara í neinar uppsagnir að nýta veltuna og þarna ég búin að nefna að minnsta kosti 3 stöðugildi sem að dekka þá þessar 30 milljónir sem ég nefni. Og ég bara að tala það að hægja á ráningum, staldra við og meðan að við sjáum hvernig kjarasamningar og annað verður og þetta hefur gengið hingað til og það mun ganga áfram þrátt fyrir það að við séum ekki að fjölga of á mínu mati. Takk fyrir þetta, Jóhann Birgir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Jú. Ok. Það er enginn sem kveður sér ljós, þannig að þá segi bara að umræðu sé lokið. Þá byrja ég á að bera hér upp breytingatillögu frá bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins það að tillagan felur í sér að fasteignaprósentan verði 0,52% í stað 0,56%. Þá ætla ég að bera hana upp og þeir sem eru samþykkir þessari breytingatillögu gefa merki. Og það eru 2 sem að segja já, þeir sem eru á móti. Já, það eru Jóhann Birgir og Steinunn sem að kjósa með þessari tillögu. Þeir sem eru á móti gefa mér merki. Og það eru 5. Það eru Gylfi, Arna Lára, Sigríður Júlía, Nanný Arna og Magnús. Elisabeth og Kristján sitja hjá. Þá er hvað? Nú er ég bara að leskast hann. Getur lesa bók? Já, það ekki eftir að ég gera hann. Þú segir bara hvort þú sendir þetta. Já, áður en að ég fer yfir næstu. Já, ég er núna bara að bera hana. Nú ber ég þá upp framlagða fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar. Þeir sem eru samþykkir framlagðri fjárhagsáætlun vinsamlegast gefa mér merki. Bók eða gefa fyrir áfyrir bók? Við greiðum fyrst atkvæði og síðan býð ég bæjarfulltrúum að fá orðið og leggja það fram bókanir ef áhuga er á því. Þannig að þeir sem eru samþykkir fyrirliggjandi fjárhagsáætlun vinsamlegast gefa mér merki og það eru 7 sem eru samþykkir. Þeir sem eru á móti, það eru 2 sem eru á móti og það eru Jóhann Birgir og Steinunn sem eru á móti, aðrir eru samþykkir. Og þá ætla ég að bjóða orðið laust. Kristján, gjörðu svo vel. Já, fulltrúar Framsóknarflokksins ætla að leggja fram bókun við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2023. Ég er búin að senda þér hana, Bryndís,
Hún hljóðar svo: ljóst er að rekstur er erfiður eins og margar sveitarfélaga. Gert er ráð fyrir hagnaði A-hluta upp á rúma 33 milljónir og verður að segjast að brugðist getur til beggja von í þessari áætlun. Ekki er gert ráð fyrir fjölgun íbúa í áætluninni, en með fjölgun getur tekjur orðið meiri. Aftur á móti þarf ekki nema erfiðan snjóvetur eða miklu húsnæði til að breyta hagnaði í tap, svo ekki sé talað að verðbólga verði meira en 6% sem gert er ráð fyrir í áætluninni. Sveitarfélagið er mjög viðkvæmt fyrir verðbólgu og verðbótum. Gert er ráð fyrir að laun muni hækka um 3% á næsta ári en miðað við lausa samninga á atvinnumarkaði og vísitöluhækkanir má færa fyrir því rök að það sé hóflega áætlað og í raun sé verið að draga úr launakostnaði. Það mun reyna verulega á að halda þessu launaáætlun og verður bæjarstjóri að fylgja fasta eftir launaáætlun og öllu ráðningarferli. Mjög jákvætt er að tekið sé að hækka 500 milljónir milli ára í A-hluta og rúman milljarð á 2 árum í A- og B-hluta. Er ljóst að áhrif COVID eru að horfina mestu eftir erfið 2 ár. Sveitarfélagið þarf samt sem áður að finna leiðir til að hagræða betur og finna frekari tekjur án þess að hækka endalaust skatta á íbúa. Það er verkefnið. Framsókn lagði til í fyrri umræðu að fallið yrði frá hækkun fasteignaskattsprósentu og fögnum við því að það hafi verið gert. Við hefðum ekki getað stutt slíka aðgerð. Framsókn styður áætlun bæjarstjórnum að setja sér fjárhagsleg markmið rekstur sveitarfélagsins. Sú vinna mun hjálpa stjórnendum og bæjarstjórn að koma rekstur sveitarfélagsins í rétt horf og allir sé að sigla í sömu átt varðandi að bæta rekstur sveitarfélagsins, auka möguleika á að bæta innviði, fjárfestingar og þjónustu. Rekstur sveitarfélagsins á Vestfjörðum er þungur og ekki verið hjá því komist að tala sveitarfélögin með djúp. Við teljum það skylda pólitísk kjörinna fulltrúa að skoða frekari samvinnu og sameiningu sveitarfélaga við djúp. Sveitarfélög þurfa að setja í gang vinnu fagaðila til að kanna hagkvæmni samvinnu eða sameiningar sveitarfélaga við djúp, setja saman kosti, galla, tækifæri og ógnanir við sameiningu og kynna þetta fyrir íbúðum. Á endanum verður það ákvörðun íbúa og verður það ekki gert nema með ítarlegri greiningu, góðri kynningu til íbúa. Við munum ekki þrífast í sikkoru hornindu, rífandi fjaðrir hvert af öðru. Fjárfestingaráætlun er hófleg miðað við stöðu sveitarfélagsins og fögnum við að meirihlutinn hafi tekið til greina athugasemdir Framsóknar og fært hluta að vinna við Gerðubergsvöll á næsta ári í stað 2024 og mun það flýta verulega fyrir nauðsynlegum bætingum knattspyrnuaðstöðu. Vinna við fjárhagsáætlun 2023 einkenndist af góðri samvinnu og ágætu upplýsingaflæði. Athugasemdir frá minnihluta hafi verið teknar til greina við vinnslu fjárhagsáætlunar og vinna verið gegnsæ og vert er að þakka fyrir það. Framsókn telur margt jákvætt við áætlunina og telur fjárhagsleg markmið sveitarfélagsins til hins góða. Aftur á móti verða bæjarfulltrúar og sveitarfélög að finna leiðir til að lækka skatta á íbúa sveitarfélagsins án þess að draga úr þjónustu. Framsókn stendur fyrir samvinnu, hófsemi og heiðarleika. Framsókn telur samvinnu besta leiðina til að ná fram góðum árangri sveitarfélagsins til heilla. Að þessu sögðu ætla bæjarfulltrúar Framsóknar að vera samþykkt þessari fjárhagsáætlun. Takk fyrir þetta, Kristján. Þá er þessi bókun framlögð. Eru fleiri sem vilja að kveða sér ljós? Jóhann Birgir, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að vera hérna með bókun fyrir hönd D-lista Sjálfstæðisflokks við þessa atkvæðagreiðslu okkar. Og hún hljóðaði svo: Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins þakka I-lista og B-lista fyrir vinnu við gerð fjárhagsáætlunar Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2023. Þá ber einnig að þakka starfsmönnum Ísafjarðarbæjar fyrir þeirra vinnu. Þar við mest mætt á fjármálastjóra og færum sérstaklega þakkir. Samstarfið hefur verið gott í þeirri vinnu, vinnufundir og nefndarfundur skila þess af sér. Mestu munar þó að skatttekjur aukast ríflega 400 milljónir króna milli ára. Nú kemur í ljós áherslumunur þessara flokka. D-listi hefur það að leiðarljósi að lækka skatta en I-listin vill hækka skatta. Minnihlutanum náðist eingöngu að fá meirihlutann til að halda álagningarprósentu fasteignaskatts í stað þess að lækka hann eins og fyrir meirihluti gerði þegar fasteignamat hækkaði. Hækkun á fasteignaskatti á íbúðarhúsnæði er 22,23% eða 53,8 milljónir milli ára sem leggst beint á íbúð sveitarfélagsins eða 14.000 krónur á hvern íbúð sveitarfélagsins. Lóðarlega hækkar einnig á milli ára og því er hækkunin enn meiri eða 17.000 krónur hvern íbúða. Eðlilegt væri að hækkun fasteignaskatts hækkaði saman hlutfalli verðbólga eins og aðrar gjaldskrár sveitarfélagsins. Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að fasteignaprósenta haldi áfram að lækka á komandi árum
og fari í 0,52% í stað 0,56%. Með þessa breytingu lækkar fasteignaskattur úr 514,7 milljónum í 493,5 milljónir, eða 21,1 miljón. Þetta er lækkun skatttekna 0,46%. Vissulega ætti að reikna út lækkun og greiðslum frá jöfnunarsjóði, en því gæti heildarlækkun verið 30 milljónir krónur þegar allt er tiltekið. Þetta er ekki mikil lækkun fyrir Ísafjarðarbæ, en með þessu er komið til móts við íbúa sveitarfélagsins. Greiðslubyrði íbúa hefur hækkað verulega vegna verðbólgu undanfarinna mánaða. Þessi 22% hækkun fasteignaskatta mun svo einnig fara beint inn í leiguverð. Sjálfstæðisflokkurinn getur ekki tekið þátt í svona skattálagningu og er ekki sammála minnihlutanum, reyna eftir að hlífa íbúum fyrir frekari skattlagningu og líta sér nærri þegar kemur að rekstri bæjarsjóðs með frekari hagræðingu. Þá ætti að skoða hvort það þjóni hagsmunum sveitarfélagsins að eiga landeignir eins og Seljaland í Álftafirði eða Reykjanes í Ísafjarðardjúpi. Hægt var að selja þessar landeignir enda þeir eru ekki að skila neinum tekjum til Ísafjarðarbæjar. Sjálfstæðismenn leggja til að horft verði mjög ígrundaðar og alla mannaráðningar nýtum starfsmannaveltu til að ná þessum markmiðum. Svo lækkun álagningarprósentu sem hér er nefnd úr 0,56 í 0,52 eru 2-3 stöðugildi. Að því sögðu eru bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks ekki tilbúnir að samþykkja síðari tillögu að fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2023. Þá er þessi bókun framlög frá Sjálfstæðisflokknum, orðið laust og það er Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, það skrifast á reynsluleysi mitt við störf að umræðum og undirbúningi fjárhagsáætlunar að ég meir og minna las þá bókun sem að ég svo síðar ætlaði að leggja fram hér í upphafi umræðu þennan lið. Með leyfi forseta ætla ég þá að fá að sleppa því að lesa hana í heild sinni, en hún hefur verið send og verið færð til bóka. Ég er búinn að lesa hana nú þegar. Já. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá förum við yfir í næsta lið á dagskráni sem er dagskrárliður númer 3. Heildræn árangurstjórnun í fjármálum. Þetta er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1221 sem haldin var 28. nóvember síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki fjárhagsleg markmið Ísafjarðarbæjar. Orðið er laust. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, mér er mjög tíðrætt þessi markmið og ég tel að það sé mjög mikilvægt að ræða þau oft og mikið vegna þess að þau eru grundvöllur allra þeirra erfiðu ákvarðana og stóru ákvarðana sem að þarf að taka á svona ákveðin svona abstrakt máta. Fylgiskjali sem að hér fylgir með er tafla sem að sýnir sýnir þau markmið sem að sett eru fram 2023 til og með 2032 og hvernig við stöndum við þau markmið sem að sett eru 2023. Það er merkt með grænu. Ég vil benda bæjarfulltrúum á að þó að markmiðin fyrir 24 og síðari ár séu græn, þá þýðir ekki endilega að það séu beinar, það er náttúrulega ekki búið að taka ákvörðunum að þeim verði náð, þannig að ég held að það mætti fella niður þann græna lit. En að öðru leyti langar mig að benda bæjarfulltrúum og þeim sem að er að skoða gögnin sem að fylgja þessu máli að það er nú aðalega, ég vona að mælaborð A-hluta og mælaborð A- og B-hluta sem eru fylgiskjöl við fjárhagsáætlun 23 sem er liður 2, að það verði birt. Þar eru myndir á seinni blaðsíðum sem að sýna mjög glögglega hvernig markmiðin eru og hvernig við
teljum raunhæft að standast þau og ég held að það sé svona besta leiðin til þess að átta sig á þessu markmiðum og þróun þeirra og legg svo til við bæjarstjóra að þessar myndir verði settar fram á skýran og skilmerkilegan hátt þannig að íbúar og bæjarfulltrúar geti tilengað sér eða lesa sér til þau. Ég legg að öðru leyti til að þessi fjárhagslegu markmið verði samþykkt. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Kristján, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, ég lýsti því hér áðan, ég væri hrifinn af þessum markmiðum. Ég hef eina spurningu, kannski er bara ekki nógu klár, sko. Það er fjárfestingar, það er stendur hámark fjárfesting A-hluta. Svo eru taldar upp 280 miljonir 23, 280 miljonir 324, 350. Erum við ekkert að spá, er þetta tölur útreiknar út frá áætlunum miðað við eitthvað veltufé frá rekstri annars slíkt, eða erum við ekki frekar að horfa í að fjárfesta miðað við hvernig áætlunar eru, ef við getum fjárfestir í meira en 300 eða 350 miljonir, erum við þá ekki að fara að gera það? Það er stendur hámark fjárfesting á þetta, en er þetta reiknað út frá einhverju tölu eins og niðurstaðan liggur fyrir, áætlan liggja fyrir, eða ætluðu bara ekki fjárfesta meira? Takk fyrir þetta, Kristján. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Jóhann Birkir. Forseti. Ég var alltaf að taka undir með Gylfa. Þetta var rætt svolítið hvort að við ættum að fá KPMG í þessa vinnu og mat okkar var það að þrátt fyrir að þetta kostaði nú eitthvað peninga þá myndi það nú skila sér í framtíðinni og ég er alveg viss að þetta muni hjálpa okkur. Markmiðin eru skýr í þessu plaggi og ég held að það hafi verið alveg algjör samstaða milli allra flokka að fara þessa leið. Við ræddum aðeins þessar prósentur og bara ég held að þetta sé bæjarfélaginu til heilla að svona markmið séu og að hver sá sem kemur hérna í bæjarstjórn að hann viti þá hver markmiðin er, að þetta sé ekki rokkandi eftir því hver fer með völdin. Takk. Það eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Arna Lára, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég er bara alveg saman. Ég held að þessi markmið er að reynast okkur vel og við sjáum það bara milli umræðina að okkur er að ganga betur með markmiðum með veltufé frá rekstri heldur en við gerum það fyrir upphafi og ég held bara að við þurfum að við endurskoðum þetta árlega og við getum þetta sett markið hærra. Kristján spyr fjárfestingarnar, það eru bara miðar út við stöðunum og við stiltum af fjárfestingarnar út frá rauninni þessu, ekki út frá veltufénu. Við stiltum það út frá þetta eru hugmyndirnar frá KPMG að gera þetta svona en eins og ég segi við getum gert betur í mörgum leiðum og við munum ræða þetta aftur þá í aðdraganda fjárhagsáætlun næsta árs hvort við viljum kannski jafnvel gera betur og ég vona við þurfum ekki að slaka á en varðandi rekstrarjöfnu en þá verðum við náttúrulega að ná honum, það er ekki gefið neitt afslutur því við erum á undanþágu núna vegna sveitarstjórnarlaga og önnur sveitarfélög á landinu, þannig við megum ekki skila 3 neikvæðum árum í röð og undanþágan gildi 26 en svo verðum við bara að gera okkur brók sem við erum að gera. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá ber ég þetta upp til samþykktar, vinsamlegast gefið mér merki ef við samþykkt þessari tillögu og þetta er samþykkt einróma. Og þá erum við komin að
fjórða lið, það eru viðaukar í fjárhagsáætlun 2022. Hér er tillaga frá fundi bæjarráðs númer 236 sem framfór 21. nóvember síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki viðauka 20 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2022. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar samkvæmt fjárhagsáætlun ársins 2022 eru 0 krónur. Áhrif viðaukans á sveitasjóðs eða A-hluta er jákvæð tæplega 4 milljónir og lækkar hér ekstra halli sem því nemur. Áhrif viðaukans á samantekna á B-hluta er 0 krónur og rekstrarhalli því óbreyttur. Orðið er laust. Og það er engin sem kveður sér ljós og þá ber ég þetta upp til atkvæða og vinsamlega skefið merki ef þið eru samþykk þessu. Og þetta er samþykkt einróma. Þá er það 5. liður, samþykkt stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Bæjarstjóri leggur fram til fyrri umræðu breytingu á samþykkt stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarsköpum bæjarstjórnar en ræða breytingu á 48. grein samþykktarinnar. Orðið er laust. Arna Lára, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hérna erum við bara að gera þær lágmarksbreytingar sem þurfum að gera vegna þess að lögin farsæld barna er að taka gildi núna áramót og við erum að leggja sér niður barnaverndarnefnd og færa fyrstu og annars barnaverndarmálin inn í velferðarnefnd og hérna við erum enn eftir að finna út af því ásamt öllum hinum sveitarfélögum á landinu hvað við erum að gera var þetta við erum að framsýla ákveðið vald til umdæmisráðana sem við erum sérst aðlara einu umdæmisráði í sveitarfélagi á landsbyggðinni þar sem við munum framsýla vald okkar vegna þyngstu barnaverndarmálina og við erum bara sérst að bíða eftir leiðbeiningu frá ráðuneytinu hvað við gerum í því þannig en við þurfum að taka þetta aftur upp til samþykktar eftir 2 vikur en þannig að við erum að gera sérst algjörlega lágmarksbreytingar svo að hérna það verði bara samfella í þessu öllu saman og svo ykkur að segja þá erum við þetta fórsent af stað þessi vinna velferðarþjónustu Vestfjarða þannig að það má nú alveg búast til því að við þurfum aftur að taka þetta upp á nýju ári þegar einhver svona niðurstaða kemst í það en það verður ekki 1. desember sem er í dag eins og tillagan okkur á fjórðungsstykki sagði og samkvæmt nýjustu verkefnisáætlun þá verður þetta ekki fyrir 9. janúar og þá tekur eftir einhver svona innleiðing og svona eftir hvað leið við förum þannig að ég held að það verði aldrei fyrir næsta vor að við erum komin svona með þetta eins og við viljum hafa þetta en fram að því þá þurfum við náttúrulega bara að starfa óbreytt og við höfum sótt undanþágu til ráðuneytisins að sinna hér barnaverndarþjónustu fyrir þessi 3 sveitarfélög hér á Norður- og Vestfjörðum sem við höfum verið að gera til þessa og ég gera þetta ráð fyrir því að það verði samþykkt þannig við munum bara vera bara með óbreytt þar til að nýja skipulagið hvernig sem það verður hérna tekur gildi. Já, takk fyrir þetta Arna. Eru fleiri sem vilja að taka til máls til þessum lið? Svo er ekki. Þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlega skemmi merki að við erum samþykkt þessu. Já, og svo er. Já, afsakið. Ég gerir mistök. Þetta er samþykkt að þau vísi þessu til seinni umræðu. Svo það sé rétt. En þetta er samþykkt samhljóða. Þá er það 7. liður á dagskrá. Þetta er samþykkt meðhöndlun úrgangs. Bæjarstjóri leggur fram til fyrri umræðu samþykkt meðhöndlun úrgangs hjá Ísafjarðarbæ. Orðið er laust. Kristján. Já, þú varst fyrstur. Forseti, bæjarfulltrúar, ég bara aðeins svona spyr mig bara af hverju þetta er komið svona langt til okkar sko. Ég held að þetta sé ekki komið í umhverfisnefnd, þetta fór ekki verið bæjarráð, svo kom eitthvað nýtt svona núna við borðið, ekki það að önnur bara eftir og eftir að kynna okkur þetta allt. Ég veit ekki hvað ég að segja, en ég er bara svona aðeins að spyrja af hverju þetta kom eitthvað svo flatt og ég fór að lesa fundargögnin fyrir þetta í gær sko og svo aftur núna. Liggur rosalega á þessu?
Takk fyrir þetta Kristján. Nanni, upp næst. Forseti bæjarfulltrúar, ég vildi einmitt taka undir þetta með Kristjáni að það er ánægilegt að sjá að þessi gögn eru komið fram og þetta er fyrsta umræða sem að þýðir að við höfum tækifæri til þess að ræða þetta betur. Þetta hefur ekki komið fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd og ég mun leggja til að þessi verði vísað til umhverfis- og framkvæmdanefndar til umræðu þannig að nefndin nái yfirferð áður en að þetta verður aftur tekið fyrir á bæjarstjórnarfundi í desember. Þetta er náttúrulega risastórt mál fyrir sveitarfélög og sveitarfélög á öllu Íslandi og ég held að það sé gott fyrir okkur að muna líka af hverju við erum að gera þetta. Þetta er lög sem að Íslenska ríkið samþykkir í júlí á síðasta ári 2021 sem þýðir að sveitarfélög á landinu hafa 1 ár og 4 mánuði til þess að innleiða þessa nýju reglu á sama tíma og ekki 4 mánuði, þú húst að reikna 5 mánuði að júlí, já, að farsældarlögin sem að taka gildi líka núna áramótin að það er áætlað að það taki 5 ár að innleiða þau. Þannig að þetta er rosa bratt og það eru öll sveitarfélög sammála það að næsta ár verði ár breytingarskeiðsins. Þar sem að við munum innleiða þetta hringrásar hagkerfi bara jöfnum og föstum tökum. En í grunninn þá er þessi umræða loftslagsmál, hringrásar hagkerfi, borga þegar hentar, hvað við köllum þetta úrgangsmál, hún á sér stað í Kyoto-bókuninni sem að þýðir í rauninni að Íslenska ríkið er sektað ef að það stendur ekki við loftslagsmarkmiðin sín. Og þess vegna verður Íslenska ríkið að grípa til aðgerða sem að meðal annars er þessi að það verður að hugsa sorpmál upp á nýtt og úrgangsmál og ef að sveitarfélög standa sig ekki í stikkinu þá mun Íslenska ríkið bara sekta okkur og það kom skýrt fram á fundi þessi mál í september þar sem að sveitarfélög töluðu að hvort það væri ekki hægt að fá frest til þess að innleiða þetta því það væri bara of stutt á við komið og umhverfis- orku- og auðlindaráðherra hann er bara ekki tilbúin til þess að gefa neinn afslátt og það er hreinlega út af því að Íslenska ríkið er bara í járnklóm út af þessu máli. En við verðum bara að gera okkur besta til þess að innleiða þetta. Við verðum að fá íbúana með okkur í þetta verkefni og það er kannski líka breytingin af því sem að verið hefur í fyrirverandi sorpsamningum og fyrirverandi samþykktum að við höfum framselt þessa upplýsingaskyldu til verktakana sem að taka að sér að hirða sorp en núna er það bara alveg skýrt að það er okkar að upplýsa íbúa og að fá það með okkur í lið. Þannig að en ég hlakka til að taka þessu umræðu með umhverfis- og framkvæmdanefnd og taka þessu umræðu aftur meðan desember. Takk. Jóhann Birkir, gjörðu svo vel. Forseti, ég bara gæti ekki verið meira sammála Kristjáni að þetta kemur svona og ég las þetta með þetta og komið inn á gáttina og svo fór ég að lesa þetta aftur, hafa búið að breyta þessu, syndist mér inn í gáttinni og svo kemur núna held ég 3. eða 2 inn og þannig að ég alls ekki á móti þessu þessu sem við erum að fara út í og við erum með 4 hólf í dag, við erum með 2 tunnur, mér finnst ég varla geta farið að samþykkja þetta, ég myndi vilja fá svona aðeins meiri útlýsting á þessu, ég var upp á tæknideild í morgun og var að svona diskutera svona ýmsa hluti tel mér nú þekkja nokkuð vel til þessa mál það eru mér finnst vanta í þessu að markmið lagana er í raun og veru að minnka úrgang og bara helst að hafa engan úrgang. Þannig að ég sem íbúi ætti þá að geta afþakka tunnur og ég ætti að geta farið með pappa og plast í endurvinnslu
hvort sem það á sig minn kostnaði eða hvort það sé frýtt eða eitthvað. Ég ætti að geta gert lífrænan úrgang. Þannig að, og ég ætti að geta bara farið með annan úrgang beint á gámastofu borga fyrir það. Þannig ég ætti að geta sloppið við. Það markmið laganna. Mér finnst það ekki alveg vera í þessu. Hérna verið að tala sem sagt tunnurnar og allt þetta, sko. Og mér finnst ekki heldur skýrt, get ég verið með tunnu með nágrannum mínum? Getum við sammælst það að vera báðir með 2 tunnur 4 hólf, sko. Og að við borgum það bara 50%. Þannig að bara, ég ekki á móti hugmyndafræðinni, ég sammála hugmyndafræðinni. Ég bara hef ekki nægar upplýsingar til að taka afstöðu í málinu og ég og eins sem sagt ég ekki alveg klár á þessari hugmyndafræði með litla tunnu ef ég vil sko spara mér og þetta á rúmmál. Ég held að sé ekki til lítið hólf inn í litla tunnu. Það til sem kemur hérna. Þannig að en þá kemur sem sagt sko það ýmislegt til en hugsanlega verður þetta bara kostnaður auki ef að sko verktakinn þarf að fjárfesta fyrir 20 milljóna í nýjum búnaði, nýjum tækjum, bílum til þess að safna þessu. Þannig ég vil bara aðeins að hægja á og ég vil bara að þetta sé klárt. Ég vil ekki vera samþykja eitthvað sem að eykur kostnaðinn að því að systemi okkar í dag svo sem ágætt. Við erum með 4 hólf og 2 tunnur. Takk fyrir þetta, Arna, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, það þetta leitt að þetta komi svona snöggt inn og það nú bara út af tímaskorti og lögin taka gildi náttúrulega með áramótin og þetta þarf 2 umræður og við eigum bara 2 fundi eftir. En góðu fréttirnar eru þær, já þessi og næsti, en góðu fréttirnar eru þær að þetta nú bara fyrri umræða og það hægt að ræða þetta sérstaklega í bæjarráði og svo verður þetta sjálfsögur rætt í umhverfisnefnd á milli umræðna og þessi samþykkt náttúrulega unnin upp úr þeirri góðu handbók sem við lásum náttúrulega öll í sumar munniði samþykkt meðhöndlun úrgangs. Munið ekki eftir því? Ofsalega 30 blaðsur og samþykktin sérst unnin upp úr því. Og þetta var náttúrulega að taka breytingum fram á nánast fram á framlagningu en það var nú bara svo við gætum uppfyllt rauninni lögin sem taka gildi áramótin með samþykktina. Þannig að við höfum núna tækifæri að þetta eru mjög góðar athugasemdir sem Jóhann Birgir kom inn fram sem vert að skoða en við höfum svo sannarlega tækifæri til að gera það núna milli umræðina, getum rættið í umhverfisnefndinni og í 2 bæjarráðum og svo þá í bæjarstjórninni 15. desember. Þannig að það eru svo sannarlega tækifæri en lögin taka gildi 1. janúar og þá þurfum við bara að vera tilbúin. Já, Kristján. Fulltrúar, já, ég má taka það fram líka, ég þarf að taka það fram að ég las nú alla þessa bók á sínum tíma, ég alls ekki á móti þessu, langt í frá, ég myndi samt leggja það til og einhverju stofnunum og fleiri stofnunum þegar að gefa út svona bæklinga, gefa þetta út í hljóðbók í leiðinni. Það myndi hjálpa mikið til að komast í gegnum svona apparat eins og þetta Ég kom aðalega, já það alveg tími og við skulum þá reyna bara að gera það vel, ég skil pressuna, við höfum kannski getað komið sem fyrir, ég veit það ekki en ég held að verði nú flest sveitarfélög í skítnum með þetta því stærri, því erfiðara held ég að fara í þetta dæmi allt saman. Ég vil bara aðeins að skjóta en á minn og hnífstala og minkar eitt ruslu og fara sjálfum með það sko. Þannig að það ekki tilgangurinn sko. Það er tilgangur að vera að minnka það sko. En það sem ég ætla að beina því til bæjarstjóra og starfsmanna sem eru hér inni að þegar við förum í þetta þá verður algjört lykilatriði að þetta verði kynnt almennilega, að íbúum verði kennt almennilega á þetta því að annars fer þetta allt í skrúfuna sko. Það bara algjörlega öruggt sko. Og við þurfum að kynna þeim fyrir þessar reglur ef við ætlum að fara að setja eitthvað hámark lengd frá
það sem tunnur með að vera, það með ekki vera baku annars slíkt, þetta fer allt í skrúfun ef við kynnum þetta ekki almennilega. En ég skil alveg forsendana fyrir þessu og þyngd og annars slíkt, en bara aðeins áreita það að kynna þetta vel. Takk fyrir þetta, Kristján. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég með eina spurningu sem að ég veit að ég gæti nú tekið utan dagskrár en í samhengi við þennan flýti sem að hér við þetta mál og þá kröfu sem að ég skil að sé þá þannig að það séu í gildi reglur þegar að nýtt ár gengur í garð. Hversu styrt það fyrirkomulag, hversu styrt það að breyta svo þessum samþykktum þegar að búið samþykki? Það þarf 2 umræður en í sjálfu sér ekki styrðara en svo. Og staðfestingu í ráðuneytinu og heilbrigðiseftirlitinu. Já, þannig að það talsvert styrt en þó ekki ógerlegt. Nei, og þetta ekki með tímabundnum þetta ekki með ákveðnum og það kostar. Já, það er ágætt. Ég þarf bara að standa hér og spyrja spurningu og það fæ ég bara þá virkar kvísluleikur. Þannig að svo ég kynni það fyrir áheyrendum heima í stofu að það er bæði styrt og kostnaðarsamt að breyta þessu en þó ekki ógerningur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Undir þessum lið, svo ekki, þá ætla ég að bera það upp og fá samþykki hjá bæjarstjórnum það að vísa þessu til seinni umræðu, vinsamlega skefum með merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 7. Það er framtíð og rekstur Stúdíó Dan. Þetta er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 221 að bæjarstjórn samþykki kaupsamning við Stúdíó Dan EHF kaup eignasjóðs á tækjum og búnaði í eigu félagsins, auk þess að samþykkja undirritun yfirlýsingar slit eignalaus félags til ríkisskattstjóra. Orðið er laust. Og það er enginn sem kveður þessi ljós. Þá ber ég þetta upp og vinsamlega skefum með merki ef við erum samþykkt tillögunni. Og svo og þetta er samþykkt samhljóða. 8. liður á dagskrá, það er Byggðasafn Vestfjarða, leigusamningur Neðstakaupstaðar. Þetta er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 221 að bæjarstjórn samþykki húsaleigusamning Ísafjarðarbæjar við Byggðasafn Vestfjarða en að ræða leigu fasteigna Ísafjarðarbæjar í Neðstakaupstað til 30 ára. Orðið er laust. Það er enginn sem að kveða þessu hljóðs og þá ber ég þetta upp til atkvæða. Vinsamlega skefum merki við samþykkt samhljóða. 9. liður endurnýjun kjarasamningsumboðs og samkomulags launaupplýsingar. Þetta er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1221 að bæjarstjórn samþykki kjarasamningsumboð Ísafjarðarbæjar og samkomulag afhendingu launaupplýsinga til Sambands íslenskra sveitarfélaga. Orðið er laust. Og það er enginn sem að kveða þessi hljóðs. Þá ber ég þetta upp til samþykkis og vinsamlega skefum með merki eða samþykki þessa tillögu. Samþykkt einróma. Þá erum við komin hér að 10. lið. Það er Fjarðarstræti 20. Þetta er umsókn breyting á deiliskipulagi Eyrarinnar. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 597 að bæjarstjórn staðfesti tillögu KOA Arkitekta EHF sem er dagsett 22. nóvember 2022 að óverulegri breytingu á deiliskipulagi Eyrarinnar og Ísafirði í samræmi við 2. málsgrein 43. greina laga nr. 123/2010. Orðið er laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá ber ég þetta upp og vinsamlega skefum merki ef við samþykki því að staðfesta þessa tillögu. Já, og þetta er samþykkt einróma. Þá er það 11. liður, óskum deiliskipulagsbreytingu við Mjólkárvirkjun. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar
númer 597 að bæjarstjórn heimili að auglýsa breytingu á deiliskipulagi við Mjólkárvirkjun í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Orðið er laust. Það er enginn sem hversu hljós. Þá ber ég þetta upp til atkvæða. Vinsamlega skefum merki að við erum samþykkt þessu. Samþykkt einróma. 12. liður. Það er fleiri skipulagsbreytingar Mjólká. Þetta er óskum skipulagsbreytingu með Mjólká tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 597 að bæjarstjórn heimili málsmeðferði í samræmi við 1. málsgrein 37. greinar og 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Orðið er laust. Gylfi. Körsel. Forseti bæjarfulltrúar. Mér langaði bara að fagna því að hér sé Orkubú Vestfjarða að undirbúa framleiðslu á rafeldsneyti og stuðla með einum og öðrum hætti að orkuskiptum og bættri framleiðslu á aukinni framleiðslu á rafmagni hér á Vestfjörðum. Ég held að þetta sé góðsviti. Ég held að orkumálin séu svona stærsta viðfangsefni eða eitt af stóru viðfangsefnunum sem við höfum hér sérstaklega á sameiginlegum vettvangi sveitarfélaga, að svæðisskipulag sem ég vona að verði gert á næstu árum taki sérstaklega tillit til orkumála, skortsins á orkuöryggi hér á norðanverðum Vestfjörðum, notkun á dísilolíu og allt það sem rafvæðingu, hafna og allt þetta sem þið þekkið. Þannig að mér finnst þetta að vera Orkubúið vera á góðri siglingu með þessi mál. Takk fyrir þetta. Það eru fleiri sem vilja taka máls undir þessum lið. Svo er ekki. Þá ber ég þetta upp og vinsamlega skefum við merki að við samþykkt þessari málsmeðferð. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá er það 13. liður. Þetta er samningur við foreldrafélag skíðabarna. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 597 að bæjarstjórn heimili stofnun lóðar undir skíðaskálann í Tungudal 3 á Ísafirði. Orðið er laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá ber ég þetta upp. Vinsamlega skefum við merki ef við samþykkt þessu. Og þetta er samþykkt samhljóða. 14. liður, aðalgata 37, þetta er umsókn lóðarleigusamning, tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 597 að bæjarstjórn heimili útgáfu lóðarleigusamnings fyrir aðalstræti 37 á Suðureyri. Orðið er laust og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá ber ég þetta upp. Vinsamlega skefum við merki ef þeir eru samþykkt þessu. Já, þetta er samþykkt samhljóða. Þá er það 15. liður, Hlíðarvegur 14 á Suðureyri, umsókn lóðarleigusamning. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 597 að bæjarstjórn heimili útgáfu lóðarleigusamnings við Hlíðarveg 14 á Suðureyri í samræmi við framlagt mæliblað tæknideildar. Orðið er laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá ber ég þetta upp til atkvæða. Vinsamlega skefum við merki ef við erum samþykkt þessu. Samþykkt samhljóða. 16. liður. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 597 að bæjarstjórn heimili útgáfu lóðarleigusamnings við Hreggnas 10 í Hnífsdal samkvæmt gildandi deiliskipulagi. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá ber ég þetta upp. Vinsamlega skefum við merki ef við samþykkt þessu. Samþykkt einróma. Þá eru hér lagðar fram nokkra fundagerðir. Við byrjum á bæjarráð, lögð fram til kynningar fundagerðin með 1221 frá fundi bæjarráð sem haldið var 28. nóvember 2022. Orðið er laust ef einhver vill tjá sig þessa fundagerð. Svo er ekki. Þá er hún lögð fram
Síðan er það hérna fundargerð lögð fram til kynningar, fundargerð bæjarráðs númer 1220. Þetta var fundur sem var haldinn 21. nóvember og fundargerðin er í 17 liðum. Orðið er laust. Og það er enginn sem hversu hljós, þannig að hún er lögð fram. Þá er það hérna lögð fram til kynningar fundargerð fundar íþrótta- og tómstundanefndar númer 236. En fundurinn var haldinn 16. nóvember síðastliðinn og fundargerðin er í 4 liðum. Orðið er laust. Það er enginn sem hversu hljós, þannig að hún er þá framlögð og að lokum er hér lögð fram til kynningar fundargerð fundar skipulags- og mannvirkjanefndar númer 597. Fundurinn var haldinn 24. nóvember 2022 og er fundargerðin í 11 liðum. Orðið er laust. Nanni, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, mér langar að ræða hérna mál sem tengist lóðalegu samningum. Að hérna, ég sit í skipulagsmálum Sambands íslenskra sveitarfélaga og við vorum á fundi í gær og þar var lögð fram til kynningar hérna rammasamningur innviðaráðuneytisins Hús og Mann og Sambandsins uppbyggingu húsnæðis í sveitarfélögum á Íslandi. Það er rammasamningurinn inniheldur aðgerðar áætlun og í aðgerð sem heitir einn ferill húsnæðisuppbyggingu skiptist í 9 liði. Segir í síðasta lið unnið verði lagafrumvarp til nýrra laga lóðaleigusamninga. Og mér fannst þetta áhugavert og spurði hvað þetta þýddi og þá var mér tjáð að það væri ekki nein lög lóðaleigusamninga í gildi. Þannig að, að það er á herðum innviðaráðuneytisins að gera nýjan lagaramma lóðaleigusamninga og mér langaði bara að koma þessu á framfæri við skipulagsnefndin okkar að ég veit sjálf ekki nákvæmlega hver staðan okkar er, baði að fá kynningu á þessu, nánari kynningu á þessu og það verður á næsta fundi nefndarinnar sem verður reyndar ekki fyrir í janúar. Þannig að mér þótti bara fróðlegt að vita hver staðan okkar er varðandi þetta ef einhver kemur upp á, ef við erum ekki að standa okkur eða það er einhver aðrir sem erum með lóð og við þurfum að grípa til einhver aðgerða, að það sé ekki engin gildur lagarami lóðaleigusamninga, þannig að ég vildi bara koma þessu áleiðis til skipulagsnefndar. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljós? Svo er ekki. Þá er þessi fundargerð framlögð og dagskrá fundarins tæmt. Og ég þakka ykkur öllum hlýlega fyrir góðan fund og til hamingju með fjárhagsáætlunina. Takk til allra starfsmanna sveitarfélagsins, eða bæjarfélagsins fyrir þeirra þáttöku og vinnu við þetta. Og ég segi